Jæja, gaman að fá þig eins og náttúr. Já, takk fyrir að bjóða mér. Við ætluðum að reyna að skilja okkur góða á okkur í dag. Algjörlega, leiðu þess að flæða. Leiðu þess að flæða. Mér langaði svolítið svona því að ég tengi mikið við þína vegferð þegar kemur að heilsu. Mitt. Og talaði nú með þér komst hérna síðast að það hafi verið svona moment þar sem að þú tengdist Guði og þá bara var eins og hlutir byrjuð að breytast mjög hratt í lífinu. Já, maður umbreytist bara, algjörlega. Ja. Og því mér er svo áhugaverð þessi pæling með að við erum, því meira sem að maður næra að vera í hópum þar sem að fólk er einlægt og segir bara í raun og veru hvað er í gangi. Að þá, það er allar að díla við sitt. Einmitt. En við búum í samfélagi þar sem að, á yfirborðinu hafa alltaf vera rosa flott og það er svaka gaman hjá öllum hinum, þannig að, þá hlýtur að vera gaman hjá mér. Og mér er svo áhugaverð þessar pælingar bara hvað, eins og með taugakerfið og bara hvort það sé mögulega eitthvað í gangi sem er ekkit endilega bara okkar, Algjörlega. Tengir við það? Já, ég er bara 100%, Já, og þá er ég að meina bara að, ef að einstaklingur er eitthvað að ströggla og hann er kannski jafnvel að gera allt rosa vel, og þá held ég að maður megi ekki útiloka möguleikan á að við séum sameiginlega að fara í gegnum eitthvað kollektíft, Bæði bara tráma forfeðrana og líka bara það sem búið að vera að gerast í samfélaginu og heiminum og ef við ætlum að update okkur eða upgrade okkur að þá þarf að vinna vinnu. Algjörlega, og heilsa er svo rosalega víðtæk, Það sem ég er búin að vera að skoða líka rosa mikið með heilsuna og svona er að þetta er ekkert bara mataræði og hreyfing og allt þetta, þetta er svolítið í hvaða ástandi er maður þegar maður er að borða hollt og þegar maður er að hreyfa sig. Af því ef það er alltaf undirliggjandi streita, þá skiptir í rauninni engu máli hvað þú ert að setja ofan í þig. Af því að ef að maginn og taugakerfið er ekki í standi, þá ert ekki að melta matinn og nýta næringarefnin úr matnum, Þannig að taugakerfið er einmitt huge partur af því bara hvernig okkur líður, hvernig við sjáum heiminn, hvernig við sjáum okkur og ef við erum alltaf í þessari streitu að þá einhvern veginn er það alltaf rótin í öllu, þannig að við þurfum að frekar að fókusa á að fara í streituna og reyna að finna út úr í af hverju taugakerfið okkar er kannski alltaf að búast við í versta eða að reyna að lesa aðstæður eða lesa fólk og finnast aldrei vera öryggi í umhverfinu, Ég tengi rosa við þetta samt að segja. Hvað ertu búin að stúdera þetta eitthvað eða er þetta bara innsæðið þitt? Ég er búin að stúdera þetta mjög mikið. Okay. Þetta er alveg svona nýjasta vakningin mín. Af því ég hef alltaf verið í því bara þetta mataræði er að fara að fixa mig, þetta vítamín, þetta peptide eða hvað sem það er. Og alltaf að leitast eftir þessu fixi og þetta er að fara að vera fullkomlega núna verið góður eftir ég er búin að gera þetta. En nú er ég að fara að sjá bara þetta er svo miklu meira og stærra en það, Það er ekkert eitthvað ef ég prófa að taka þetta út mataræðina þá lagast allt, Taugakerfið mitt er bara svo lengi búið að vera í þessari varnarstöðu að geta ekki treyst öðrum og forðast nánd og ásta því að þá er ég særður og þá er ég yfirgefin og með verið hafnað. Að það er rótin í öllu. Bara ef við spáum í taugakerfinu, þetta er bara eins og trérót og ef maður fer ekki að laga rótina fyrst að þá eru ávistirnir alltaf eins. Einmitt. Þannig að tríið þarf að vera gott fyrst sem þýðir það að við þurfum að vera góð fyrst, við þurfum að finna fyrir öryggi og þá getum við fundið fyrir hamingju. Það er svo góð punktur. Ég man þegar ég var að halda fyrirlestur eftir ég gáði bókina mína, þá var eina af glærunum hjá mér, það skiptir ekki bara máli hvað þú borðar, heldur hvernig þú borðar. Í hvað ástandi þú borðar. Ég man að ég var alveg búin að stúdera þessi blue zones þar sem fólk næri lengst lífaldri og þar virðist einmitt vera að eitt af því sem er sameiginlegt er að fólk er að gefa sér tími að borða og borðar í félagskap, Akkurat. Það er svo munur á því hvort þú ert að gúffa einhver í því í bílnum eða jafnvel gúffa því í því einn í einhverju stressi eða þú sest við mataborð, það er búið að leggja ásti að elda matinn, þú í góðum félagskap. Ég held að tengja allir við þetta, þá allt í hennu, bara meltir allt öðruvísi, en ég var samt aðalega að setja þetta bara þarna og tala þetta út frá mínu, ég var ekkert búin að stúdera eitthvað mikið að rannsóknum, mér finnst þetta bara svo, ef fólk bara byrjar að skoða þetta á sjálfur sér, þá myndu komast að því að þetta er bara algjört common sense. Algjörlega. Þetta er ekki geimvísindi að ef að kerfið þetta er upp, það er ástæða fyrir þetta heitir rest and digest, ef þú ert
ert í hinu, ótta og flóttakerfinu, þá mjög erfitt að melta. Akkurat. Og þetta líka bara, ef við skoðum þessi heiti, fight or flight, sem því að við erum að forðast hættu, þú veist, það kannski ljón eða tígrisdýr sem að ráðast á okkur, þá náttúrulega erum við bara í þessu viðbragði og síðan þetta líka frís þegar við upplifum þannig að við getum ekki komist í burtu. Þú veist, bara við erum að fara að deyja núna og ég myndi að segja, rest and digest, að þá erum við að fá að borða, þá finnum við fyrir öryggi, því við erum ekki í hættu, við erum að næra okkur, þannig á þetta að vera. Því að þegar líkaminn fær mat og þegar hann fær næringu að þá upplifa hann bara okkur, nú get ég slaka á, veist, nú er ég að fara að melta og nú er það fókusinn, hvíldin. Maður ekkert að spá í því þegar ljónið er fyrir framann eða þegar það hætta, sko. Og í nútíma samfélagi maður einhvern veginn alltaf eins og að sé ljón og allt eftir manni, sko. Bara eins og að sé yfirvofandi hætta í öllum aðstæðum, bara þú ferð út í umferðina og þú ert bara komin í eitthvað, þú veist, það er bara hættu og stríðsástand í gangi. Og þetta er bara svo crazy, ég farin að taka eftir þessu á mér bara nýlega, hvað þetta er algengt að maður fer í þetta kerfi og taugakerfi manns fer aftur í það sem það þekkir, sko. Það fer ekki í það sem það vill einhvern veginn eða það sem það þarf, það fer í það sem það þekkir. Já, því maður fyrir að hugsa líka, sko, þú veist, það tekur langan tíma fyrir kerfið okkar að þróast, sko. Þannig að bæði líkamskerfið okkar og heilin eru dálítið bara svipaði unit eins og þetta var bara fyrir 1000 árum. Það er ekkert búið að breytast eitthvað mikið, en umhverfið er búið að gjörsamlega, sko, umturnast. Þannig ég ætla ekki að útiloka það að það hafi verið eitthvað fólk á sléttunni sem var að rífast og setja sig í stress, sko, fyrir 1000 árum, en einmitt, sko, kerfið okkar er hannað þannig að þú spýtir ákveðnum boðefnum og dóti þegar það er hætta. Og ég hef oft tekið þetta dæmi, sko, í dag er hættan bara að þú farið eitthvað óþægilegan tölvupóst. Ég veit það. Eða komment eða... Já, og kerfið þetta er að seita dóti sem er að segja við þig að þú setja í hættu. Þú veist, og þetta er kannski að gerast nokkru sem á dag. Og ólíkt því þegar þú ert í raunverulega hættu, þá þarf þetta að hlaupa undan hættunni eða gera eitthvað. Þannig að þá eins og sér að ef að dýr lendi í átökum eða streitu, þá hrista þau svo oft á eftir, bara til að hreinsið úr kerfinu. Og meðan að við erum kannski sitjandi einmitt í bíl í umferðinni og svo bara spýtast einhver adrenalín og kortisol og eitthvað dót og svo situr þú bara með þetta og þetta bara festist í kerfinu. Sko. Það er bara svona stjarfur. Já, þetta er áhugaverð, sko, hvað við erum að, en þú veist, ég veit ekki, því ég veit ekki hvort það sé, sko, góð samlíking inn í þetta sem við erum að tala núna, fyrir 2 vikum var kjördagur í Reykjavík, sko, og, þú veist, ég veit nú ekki hvort ég ætti að vera opið með þetta, en ég ætla að gera það samt, sko, að ég, var að fara í, ekki það, ég á ekki neinu vandræði með að tala psychedelics, en þá var búið að plana að ég færi kaktusgöngu, og í mjög góðum hóp og ég hef aldrei prófað það, sem sagt San Pedro og svo fatta ég þetta heitir á kjördag, sko það er whatever, ég sleppi bara kjósa, sko og það er það sem ég sagði eftir kannski ekki að segja, en allavega, ég skammast minn ekkert fyrir það og þegar ég er þarna mitt, þú veist, þegar þú tekur kaktus, þá tengistu náttúrunum mjög mikið og maður er út að labba bara í, þú veist, kannski 8-10 klukktíma og einhvern tímann þegar við erum hann að koma tilbaka og búin að vera þarna út allan daginn, þá allt í einu svona fæ ég þessu hugsun, ég ætla að, þú veist, það er í alvörunni rosalega mikið af fólki sem heldur að bara lífið mitt er að fara að gjörbreytast ef ég set X við þennan en ekki þennan á einhverjum kjörsæri. Þetta er svo galin pæling, sko. Þetta er crazy, sko. Þú veist, að því að þú segir, sko, þú veist, og sama tíma þetta kannski bara ekki að taka ábyrgð á líkamannum aðeins. Oftast ertu ekki að gera eins og er einhver stjórnmálamaður sem á að gjörbreyta lífinu, sko. Þetta er svo eða aftur ferði common sense bara, þetta meikar engan sense, sko. Akkurat, sko, maður byrjar einhvern veginn að treysta á aðra heldur en sjálfa sig. Já, og þú veist, aftur, bara þú getur kannski verið bara með einhverja litla hluti sem þú getur, hvort sem það verið bara með þetta huglega 20 mínútur á dag eða taka út einhvern eitt slæman ávana og það er bara að fara að hafa 5 sinnum meiri áhrif á lífið þitt eða 50 sinnum meiri áhrif heldur en hvort þessi stjórnmálaflokkur eða þessi er að stjórna í Reykjavík, sko. Ég veit það. En við erum að setja athygli á það, sko. Já, þetta er svona önnur leið til að einhvern veginn distrakta þig frá því að tengja sjálfu þig, sko. Og bara eins og þú veist að nefna psychedelics og svona, það er einmitt leiðin þar sem maður mætir sjálfum sér fyrir mér. Akkurat. Af því að það er alveg hægt að fara í flótta í því, en fyrir mér er það bara gjörsamlegt tæki sem þú þarf bara að feysa það sem að þú ert í raun að glíma við innra með þér, sko. Því að þú getur ekki flúið það þegar þú ert einhvern veginn í þeim ferðalagi, sko. Þá ertu akkurat bara, já, þú fer bara að sjá hlutina eins og þeir eru,
ekki svo þú ert búin að halda þessi glansmynd og þessi hlutverk og grímur, það allt filterslaust, það engin filter. Það sem við finnst svolítið magna við þetta, sko. Já, og maður einhvern veginn hugsa, ég veit ekki hvort það kemur til mín þegar við erum að byrja þetta samtal núna, þetta er náttúrulega útjarska orð, þú veist, Matrix, en maður myndi hugsa mér finnst stærsta málið í samfélaginu, að því aðalatriðið fyrir mér að reyna að huga það sjálfum mér, taka ábyrgð á sjálfum mér, þannig breytir maður mestu, það er svona, það freistandi að fara alltaf í að segja, samfélagið og breytast eða þess að breytast, en ef það er eitthvað eitt sem ég myndi segja bara ef ég verið að fara á þing, þá er það, hvað getum við gert þess að búa til smitt áhrif í rétta átt, sem bara, hvernig getum við sameiginlega reynda að smita hvort annað af því að verða heilbrigðari og draga úr þessum opbóðslega hraða og þessari streitu, af því rosalur hraða á Íslandi. Bara út allan heim. Út allan heim, en aðalæmi til aðal í vestrænum heim. Akkurat. Og það er einmitt líka bara þessi samfélagsmiðlar og þessi keppni og þú þarft að vera svona og þú þarft að vera svona til að fá samþykki og viðurkenningu og maður er tilbúin að ganga sjálfum sér dauðum til að fá þessa samþykki og að fá þessa viðurkenningu og maður sé nóg og maður passi inn. Því oft einmitt þegar maður á þessari vegferð, þessari andlegu leið og einmitt í svona samfélagi sem maður allt hratt og það snýst allt að fá þetta utanaðkomandi, að þetta lúkki vel fyrir utan, að það eina sem skiptir máli, en síðan þú að rotna innan. Fyrir mér núna það bara, meikar það engan sens. Nei. Það ekki þess virði að gera eitthvað geggjaðan front, síðan sálin mín bara svona hægt og rólega að rotna. Það bara ekki, ég get ekki lifað þannig lengur, sko. Nei, mitt. Það hræðilegt. Já. Og líka bara ganga sjálfur sem dauðum og sjá sér blæð út, en samt bara, ok, þú mátt bara vera þarna. Það sem og nú er ég alveg að tala af reynslu að hafa sjálfur mitt bara, og ennþá stundum, að detta hún í þessa grifju. Það bara mannlegt, en mér finnst það svo vel orðað einhvern tíðan, þá var ég að hlusta á podcast þar sem var að tala með þessa hluti og sagði svona, þú setur upp einhverja grímu meðvitað eða ómeðvitað og ef allt fer á besta veg þá gengur grímun ógeðslega vel og gríman fer að fá rosalega mikla athygli, jákvæða athygli en þú getur ekki einu sinni notið þess vegna þess að þessi grím bara einn á hliðina og það bara hlýtur að vera mjög næs fyrir þess að gríma vera að fá allir þessa jákvæða athygli en ég ekki að fá hana að því, þetta ekki ég þannig að jafnvel þó að allt fara á besta veg þá ertu samt ekki að fá þetta inn í hjartað af því þú veist eitthvað stað djúpt inni ég var bara að reyna að búa til eitthvað til þess að fá athygli út á en ég get ekki einu sinni notið hennar og tekið hann inn í hjartað þetta ekki ég sko. Þetta ekki einlegt Nei. Þannig að oft ef ég upplefa líka sko að ég farið í gegnum rosalega svona dark tíma og ekki vilja lifa lengur oft sko en þá hugsa ég sko mér langar raunin ekki að deyja mér langar að deyja hlutverkunum sem ég verið í Akkurat ég er þreyttur á að spila hana leik og spila þessa grímur og einmitt maður einhvern veginn, Guð getur ekki blessa það sem þú ert ekki Byrju nú ætla ég að taka þetta inn aftur Já. Guð getur ekki blessa það sem þú ert ekki Já, hann getur ekki blessa þig fyrir það sem þú ert ekki Einmitt Þannig að þegar maður eitthvað, það ekkert að gerast og það ekkert að tengjast og maður ekki að finna fyrir þessari svona einingu og eitthvað, þá það því að maður oftast þetta ekki tengdur sér, sko. Maður aftengdur og maður fær ekki blessanum þar fyrir eitthvað sem maður ekki. Meikar ekki sens. Nei, en einmitt, þetta er svo djúp skilning, held ég hjá okkur flestum, sko. Og eins og bara þetta, að þóra leggja svo á borðið og þóra biðja hjálp. Og þóra horfast í augu í sjálfan sem maður. Já, bara erfitt. Erfiðasta núna að gera ekki neitt. Sita bara með sjálfum sér. Það orðið erfiðasta sem maður gerir. Já. Pældu í því. Ég hef alveg sagt það hérna í eitt besta podcast sem ég hlustaði, það gæði sem heitir Naval Ravikant sem var hjá Joe Rogan. Rosa góður í að útskýra flókna hluti á einfaldan hátt og hann hugleiðir á hverjum degi. Og hann sagði, í nútíma samfélagi, ef þú getur setið í klukkustund og bara hort á vegginn og verið glaður, þá ertu með superpower. Akkurat. Að því bara 99,9% af fólki getur það ekki. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.